Það var hörkuleikur hjá þínum strákum í kvöld, 20 stiga sigur. Hvað er að skapa þetta fyrir það? Svo vörnin var alveg frábær hjá okkur og við vorum búin að fara yfir hvað þeir eru að gera og Pétur var búinn að skjáta það mjög vel og hann bar þungan af þessu núna og gerði frábæra hluti fyrir okkur. Og Finnur og Kristján og Breki voru frábærir á Stevens hjá þeim. Og við stoppuðum hann alveg inn í teig. Þó hann hafi skorað einhver 24 stig, þá vorum við samt að stoppa hann og þeir voru miklu vandræðum og þeir voru mikið í two-man game milli Harðar og Stevens og svona Gummi datt alltaf út úr hjá þeim fannst mér. Þannig að hann náði aldrei takt í leiknum. En það má kannski hrósa bara varnarleiknum okkar. Hann var stórkostlegur í þessu leik og Keflavík voru bara vandræðum alla leikina mót okkur. Og var náttúrulega Sherrod frábær í þessu leik. Sherrod var frábær, Emil var stórkostlegur. Já, ég er að segja svo að þetta fá rosa framlag frá bara restina af byrjunum. Já, Emil stjórnaði okkur núna, nú missti hann ekki hausinn eins og í síðasta leik þegar við vorum. Hjálmar spilaði stórkostlega vörn og Hjálmar og Emil á hörð. Og hann var orðinn pirraður bara þeir voru svo grimmir á hann. Og Haukur er alltaf að vera betur og betri hjá okkur og hann spilaði hörkuvörn líka og hann setti alveg hrikalega mikilvæg körfu þegar þeir voru að fara í svæði. Þannig að bara allt liðið hjá okkur sem voru að spila í dag voru frábærir. Og flottur viðsnúningur hjá okkur. Hvað þurfum við að gera til þess að halda þessu áfram? Komin í næsta. Við þurfum náttúrulega að halda fram að spila varnarleikinn svona eins og við vorum að spila núna. Nú voru allir grimmir og hjálpuðu hvorum öðrum og voru stöðugt að tala þannig að við þurfum bara að halda fram að spila þessa vörn. Það er málið. Snæfell í næsta leik, er það eitthvað til að hafa áhyggjur af? Já, allir leikir eru til að hafa áhyggjur af. Við höfum séð það að Snæfell hefur verið að halda í við liðin alveg svona fram eftir leik og í Grindavík voru þetta leikur alveg fram að hálfleik. Og Snæfell heima, Borgnesingarnir þurftu 2 framlíkar til að vinna það og svo vinna Skallagrímur Stjörnuna. Og það sýnir bara að þetta er jöfn deild og ef þú ferð eitthvað ekki tilbúinn í þessi leiki þá tapar þau bara. Það er bara þannig og ég vil segja að við erum búin að vera dálítið henda þessu dálítið frá okkur í síðustu leikjum. Mér finnst við ekkert hafa verið að spila neitt illa. Ég hef ekkert verið neitt svona ekki stressaður yfir spilamennsku. Ég hef verið stressaður yfir úrslitin. Við hefum ekki verið að fá úrslitin sem við vildum en spilamennskan hjá okkur hefur verið allt í lagi og mótið Njarðvík þá áttu Njarðvíkirnir svakaleik, hittu út allan völl og við áttum hörkuleik en við hentum þeim leik frá okkur eins og mjög mörgum sem við erum búin að gera en heilt yfir var spilamennskan góð og núna í kvöld var spilamennskan frábær. Takk.